Velkomin í Bubkastið. Í dag ætlum við að skoða 9. kafla og kíkjum á þessa glæru hérna að meta það sem er. Og í þessum hluta förum við tíma, nærveru og val, merking og forgangsröðun. Það sem þú veitir athygli verður stærra í lífi þínu. Lífið gerist núna, nærvera breytir upplifuninni. Að meta það sem er að velja hvar þú býrð. Og sjáu þessa flottu glæru hérna, hvað er betra en að finna vatn og setjast niður og mér finnst ótrúlega gaman að setjast bara hjá á og horfa hana renna. Og þá sérðu bara að hún rennur og stundum er eitthvað frábært að gerast og þú nýtur þess, en stundum er lífið erfitt en alveg svo áin rennur og þá rennur það í burtu líka. Og við erum með þessa dásalegu bók hérna sem við erum að slá í gegn hérna, það er svo margt sem þú veist og veist ekki fyrir þú veist það. Og hvers konar maður skrifar svona bók og ég hitti eitthvað rosa flottan og sagði nei, þú getur ekki látið að heita þetta, jú víst. Og þetta er bara saga mín, það var svo margt sem ég vissi ekki fyrir ég vissi það. Og kíkjum hérna á þessa glæru hérna, það sem við tökum sem sjálfsögðum hlut er ofta sem við myndum sakna mest. Og það var maður í þjálfun hjá mér og ég spurði hann að ef þú fengir að fara 30 ára aftur í tíman, hverju myndir vilja breyta? Og það var akkurat þetta, að meta það sem var fyrir framan hann. Hann var að vinna og byggja fyrirtæki og brjálað að gera og svo allt í einu voru börnin bara orðin 25. Við ætlum að henda okkur hérna í söguna mína, hérna, kvöldi sem fór hljóðlega framhjá. Eitt kvöldi kom kona mín seint heim, líkaminn þreyttur, augun dekka deginum. Ég hafði eldað mat, haldið matnum heitum, beðið. Biðin virtist saklaus en í herðunum satt spenna. Andardrátturinn var orðinn grynnri. Eitthvað safnaðist upp, ekki öskrandi reiði heldur köld krafa. Krafa jafnvægi, samkynni, að kvöldið. Kvöld eins og ég hafði séð það fyrir mér. Ég var ekki aðeins að bíða eftir henni. Ég var að bíða eftir því að veruleikinn hlýti hugmyndinni minni. Og þegar hann gerir það ekki, herðist maður. Og stundum vill maður vera leikstjórinn og það er hérna svo glatað. Ég spurði af hverju kemur svona seint heim í matinn sem ég er búin að elda handa þér. Svo spurði ég aftur, röddin var róleg en hörð. Róleg rödd getur líka verið vopn þegar hún ber fram kröfu í stað nærveru. Ég kallaði það réttlæti. Hún svaraði ekki strax. Augun fylltust af tárum, svo brotnaði hún niður. Ekki af því að ég hækkaði róminn, heldur af því ég var ekki þar. Matnum var ekki hent í ruslið, hurðum var ekki skellt, kvöldið kólnaði. Fjarlægð lagðist á milli okkar án þess að nokkur ætlaði sér það. Orðskvinni 2511, gull epli í skrautlegum silfurskálum, svo eru orð í tíma töluð. Orðin mín komu ekki á réttum tíma, skilningurinn kom síðar. Ekki sem sekt heldur sem sorg. Ég hafði séð klukkuna, ég hafði séð sengunina, en ég hafði ekki séð hana. Og stundum er það munurinn á tíma og nærveru. Athyglin mín var á tímanum, ekki manneskjunni. Í stað þess að mæta henni, mætti ég hugmyndi minni kvöldið. Hugmyndir geta ekki faðmað. Bara manneskju geta haldið utan hvort annað. Stundum tapast augnablik ekki átökum, heldur í skorti á athygli. Og það sem fer hljóðlega er ofta sem skiptir mestu máli. Og þetta er svolítið skemmtilegt vers. Gull epli í skrautlegum silfurskálum, svo eru orð í tíma töluð. Og af hverju ætla það að sé? Kannski er bara það svo ótrúlega sjaldgæft. Og svo kíkjum við hérna á næstu glæru. Kvöldi sem fór hljóðlega framhjá. Og stundum er lífið bara þannig að ef við erum ekki viðstödd þá fer þetta allt saman bara einhvern veginn framhjá okkur. Og það er svo ótrúlega dýrmætt þegar þú einhvern veginn fer að meta aðra meira heldur en sjálfan þig. Það er svona 5 ár síðan ég byrjaði að æfa mig í þessu og það hefur verið mín mesta hamingja að vera upptekinn að því að mæta þörfum annar en ekki mínu þörfum. En bókin mín, þetta er ekki einhver sjálfsvorkunnar saga hvað allt var erfitt, þetta er sigur saga. Hvernig einhvern veginn hlutinni voru og það er svo margt einhvern veginn þangað til að verður öðruvísi.
Og það svo ótrúlega gott að hlusta á svona sögur og svo einhvern veginn þessi bók hérna, íslensk framleiðsla hérna, alveg grjótharðar síðurnar í henni og það svo mikið pláss, það svo mikið súrefni, það svo þægilegt að lesa hann og svo má bara glósa hérna á hliðunum. Og svo ef við skoðum hérna næstu glæru, hérna, auður lífsins mælir sjaldan í því sem þú átt, heldur í því sem þú kannt að meta. Og þegar veikin, hún mjög mikið tekin, þegar ég orðin fitt og þegar ég búinn að mennta mig og þegar börnin orðin fullorðin en lífið gerist núna og það einhvern veginn að vera viðstaddur einhvern veginn alltaf það besta sem hún getur gefið þér. Og þegar við erum hérna á fleygiferð að fá okkur kaffi og fá okkur orkudrykki og fá okkur nikotín og rífa þetta í gang og þá erum við svona einhvern veginn bara í svona keppni í því að vera utan þjónustusvæðis. Þannig að hvað gætum við gert til að vera meira hér, til að vera meira miðstödd? Og það talað að ef þú hugleiðir að þá lengist bilið frá viðbrögðum til svarana. Sem þýðir það að þú hefur í raun og veru meiri tíma til að bregðast við. Og það margir sem segja, ég get nú bara ekki setið svona bara og hérna hausinn á mig fer alveg í hringi. En þú getur fundið þína hugleiðslu. Sem getur verið að setjast við vatn, þú veist, að vera að prjóna. Og það var kona sem ég kynnti sem var mjög flott, hún sagði bara mín hugleiðsla bara að fara í sund. Og það eitthvað magna sem gerist að þegar við hreyfum okkur að þá fáum við hérna endorfín upp í haus og ég uppáldi mitt, það besta sem ég veit við mitt líf það á sumrin að þá hjóla ég, svo leiði mig bíl á veturnar og þegar ég að hjóla þá oft kemur einhver svona opinberum til mín. Þannig að það svona ein hugmynd að finna sína hugleiðslu, finna leiðir til að hægja og besta ráð sem ég veit það að einfalda lífið. En við ætlum að halda áfram og íhugun að sjá það sem Við höldum oft að lífið breytist þegar eitthvað nýtt bætist við, nýr áfangi, nýtt tækifæri, ný lausn. En stundum breytist lífið ekki vegna þess að eitthvað kemur, heldur vegna þess að eitthvað loksins séð. Athygli hreyfing inn á við. Hún hægir á huganum nógu lengi til að taka eftir. Ekki aðeins því sem stórt, heldur því sem lifandi. Augnaráði sem leitar að svari. Rödd sem vill vera heyrð. Augnabliki sem bíður eftir nærveru. Það sem fær athygli fær vægi og það sem fær nærveru fær líf. Og stundum það ekki lífið sem fátækt, heldur sjónin sem þröng. Við bíðum eftir stærri stundum, rétt á augnablikinu. Eins og lífið þurfi að tilkynna sig. En lífið kemur sjaldan þannig, það kemur í litlum rýmum, í setningu, í snertingu. Í augnabliki sem fer hljóðlega framhjá. Kannski byrja breytingin ekki með nýrri stefnu, heldur með einfaldri hreyfingu. Að líta upp og sjá það sem var hér allan tíman. Það held ég nú. Og svo fáum við hérna rosa flotta glæru hérna. Stundum stærsta kraftaverkið ekki það sem bætist við lífið, heldur það sem hefur verið þar allan tíman. Og núna bara svona frábær stund fyrir þig, bara til að skoða bara hérna, hvað hefur verið fyrir frama með allan tíman. Og það sem gefur okkur mesta hamingju það að mynda tengsl. Og það að deila að heila, ef þú deilir ekki þá lokastu inni. Þannig að til dæmis bara hvaða manneskja hlýjust í þínu umhverfi, hver nærir þig mest. Og orka sem lekur orka sem tekur og hvað skemmtilegast, hvernig getur þú gert meira af því. Og markþjálfun gengur út af það að hjálpa fólki að sjá það sem Út af því að það einhvern veginn, þú veist, það einhvern veginn ótrúlega magnað hvað við erum ómeðvituð og það talað að við séum 95% á sjálfstýringu. Og þegar þú ert búin að sjá það sem þá byrjar hinn raunverulega að vinna. Það ekki bara, já, nú veit ég, heldur það maður að fara að kafa djúpt ofan í það.
Og það að hafa áhuga á sjálfum sér, það ekki í genunum okkar. Þú veist, við erum að koma að fólki sem að berjast við það að drepast ekki úr kulda, drepast ekki úr hungri, unnu 16-18 tíma á dag og það bara korter síðan við komum úr moldakofunum. Og árið 1873 kom hérna eldgos og móðurharðindi og Danakonungur bara sagði að það ekki hægt að búa hérna og fullt af fólki fótt í Kanada en við erum hérna ennþá. Og kannski erum við ennþá svolítið mikið svona. Og kannski bara langar okkur í einfaldari lífstíl og með lægri afborgunum. En við ætlum að halda á. Jæja, kæru hlustendur, við ætlum að halda áfram með kafla 9 að meta það sem og næst saga 2, maðurinn sem misti af núinu. Og hérna kemur quote frá Alan Watts: I have been searching for years for the ideal place and I've come to realize the only way to find it is to be it. Hann hét Einar, ekki vondur maður, ekki kærulaus, ábyrgur, duglegur, traustur. Alltaf á leiðinni eitthvert en sjaldan það sem lífið var að gerast. Hann var skrefi á undan því, hann byggði upp fyrirtæki, hús, öryggi, allt í vinnslu. Allt miðað af framtíðinni, núið beið. Sonur hans spilaði fótbolta, dóttir hans lék á fiðlu, leikir, sýningar, foreldrafundir. Einar kom sjaldan, ekki vegna þess að hann elskaði þau ekki, heldur vegna þess að það eitthvað var alltaf brýnna. Þetta tímabundi, sagði hann við sjálfan sig. Seinna var alltaf handa með hornið. Kannist þið við þetta? Þegar hann kom heim laðist þreytan í herðarnar, augun hálflokuð, hugurinn enn í vinnunni. Hann kveikti á sjónvarpinu, börnin lækkuðu róminn. Hann sofnaði stundum í sófanum, hann hvíldist, en hann kom aldrei alveg. Konan sagði ekki mikið, hún sagði bara eitt orð: no. Og no sjaldan kvörtun, það síðasta tilraun til tengsla. Þegar vinnan hætti að fylla allt, leitaði hann kyrrðar annars staðar. Í veiðinni var einfaldleiki, í ánni var stjórn, í skóginu voru engar kröfur. Þar þurfti hann ekki að gera neitt. Börnin uxu úr grasi, ekki í uppreisn, ekki í reiði, heldur inn í eigið líf. Þau lærðu að biðja ekki of oft, að deila sigrum sínum með þeim sem voru þar. Þegar þau voru fullorðin kannaðist Einar enn við vinnuna og við þögnina, en hann vissi ekki lengur hvernig hann ætti að sitja við eldhúsborðið án þess að horfa á klukkuna. Konan fór, ekki með látum, heldur með þreytu sem hafði safnast hægt. Börnin svöruðu sjaldnar, ekki í reiði, heldur með fjarlægð sem hafði orðið eðlileg. Einar tók ekki eftir því hvenær fjarlægðin var að venju. Það gerðist ekki einu rifrildi, heldur í mörgum dögum sem hann taldi tímabundna. Hann sá markmiðin, áfangana, tölurnar, en ekki alltaf andlitin, ekki alltaf augnablikin sem vildu aðeins eitt, að hann væri þar. Hann hélt að hann var að byggja framtíðina, en framtíðin ekki byggð úr augnablikum. Og hann var ekki viðstaddur þegar hún var til. Stundum það ekki ástin sem dofnar, heldur nærveran. Og þetta svona bara af hverju kemur svona saga. Þú veist, það einhvern veginn oft þannig að það best að heyra sögu sem að rífur aðeins í og maður tengir eitthvað við og finnur kannski eitthvað munstur til að stíga út úr. En kíkjum á næstu glæru. Hamingjan býr sjaldan í næsta kafla, hún býr oft í þessari málsgrein. Og það sem gefur okkur sanna hamingju, það að vera viðstödd, það að vera þar sem lífi gerist. Ég lærði markþjálfun 2011 og þar eitt af lykilatriðum markþjálfun virk hlustun. Að hlusta án þess að hugsa það sem ætlar að segja og þegar þú hlustar þannig á fólk þráir að vera séð. Fólk þráir að þú sést viðstaddur og í öllu þessu brjálaða áreiti með þessa blessuðu síma, það besta sem ég geri það að skilja síman eftir heima. Og það svo margt einhvern veginn þangað til að gæti orðið öðruvísi.
Og það svo ótrúlega margt, allar þessar tæknibyltingar sem að koma núna og við sjáum kannski ekki endilega hvað þetta kostar. En það rosalega vont að vera háður áreiti. Þannig að kannski þegar þú hugsa bara eins núna, þú veist, hvernig geti ég einfalda lífið mitt? Hvernig geti ég æft mig í því að vera meira viðstaddur? Og hvernig geti ég æft mig í því að vera betri hlustandi? Út af því að tengslamyndun, það það sem gerir okkur heil og ef við náum ekki að tengjast, ef við getum ekki hort á fólk á meðan það talar, þú veist, ef við erum innan fólk og þurfum alltaf að rífa síman upp, þá erum við komið með einhver svona tengslaröskun og þú veist, það allt í lagi, þú veist, að vera einhvern veginn en á meðan þú ert að gera eitthvað í því, það eru bestu tímarnir í lífinu og ég búinn að vera í 12 spora prógrami í 34 ár. Byrjaði 18 ára, í dag er 52 ára. Og lífið mitt var í rosa miklu ójafnvægi og það var margt sem að leit ekki vel út. En ef þú ert að skoða sjálfa þig, þú veist, maður getur ekki lagast nema kannski bara 1% á mánuði, en á meðan þú ert að lagast þá er lífið rosalega gott og það þarf rosa lítið að lagast þess að mikið breytist. Þannig ef að svolítið gott líka að þú spyrði hvaðan vilt að svarið komi og þú veist, hvað þarf ég að gera til að fá meiri áhuga á mér? Út af það í DNA-in okkar, þú veist, það einhvern veginn, ég hef engan áhuga á mér, það bara vera og gera og mastera og rífa þetta í gang og ekki mikið að gera. Nei, það ekki mikið að gera. Og svo einhvern veginn bara hætta að flýta sér og einhvern veginn reyna að finna upplifanir sem að gefa þig góða líðan. Ný persónleg reynsla gefur nýtt inn í persónleikan. Og hvaða nýju reynslu væri gott fyrir þig að prófa núna til að bara innleiða eitthvað nýtt inn í persónleikan. Takk fyrir þetta og við höldum áfram með næsta kafla. Já, við höldum áfram með kafla 9 að meta það sem er. Og eftir sögu 2 sem yfirleitt svolítið þunga þá kemur vanlega svona skemmtileg millisaga. Og næst millisaga 17 og það kaffibollin sem beið eftir rétta kaffinu. Það var einu sinni bolli sem hét Bjarni, ekki venjulegu bolli, hann hafði markmið að innihalda hið fullkomna kaffi, ekki bara gott heldur fullkomið, vegna þess að hann var vandlátur. Ef einhver ætlaði að hella í hann venjulegu kaffi sagði hann, nei, þetta ekki rétti tíminn. Ef kaffi var á heitt beið hann, ef það var á kalt beið hann líka. Ef baunin kom ekki frá nákvæmlega réttri fjallslíð var það einfaldlega ekki þess virði. Og svo beið hann og beið. Í kringum hann stóðu aðri bollar, fullir, sumir með mjólk, sumir með sykur, sumir aðeins svo sterkir, aðrir aðeins svo veikir. En þeir voru allir fullir. Bjarni var stoltur af þolinmæðinni. Ég bara bíð eftir hennu réttar, sagði hann. Dag einn tók kaffibarþjónninn eftir honum, tómum á hillunni. Af hverju ertu alltaf tómur, spurði hann. Ég að bíða eftir hennu fullkomna kaffi. Kaffiþjónninn brosti. Það eitt vandamál í þá áætlun, kaffi kólnar. Bjarni varð hugsi, því að meðan beið eftir hennu fullkomna augnabliki hafði morgunkaffi löngu farið framhjá. Hann fékk loksins kaffið þann dag. Það var ekki fullkomið, en það var heitt og það var nákvæmlega það sem hann þurfti. Og það eru margir vinklar sem við getum skoðað út frá þessari sögu. Og það eitthvað sem heitir fullkomnur árátta. Eitthvað sem heitir þegarveikin. En lífið að gerast núna. Og þetta einhvern veginn bara það sem hefur hrjáð mig mest í lífinu. Bara að selja mig það, ég sé ekki tilbúin til að gera það sem ég þrái mest. Þannig að þú hugsa núna bara hvað þrái ég mest að gera í lífinu. Og kíkjum á þessa glæru Skip eru örugg í höfn, en þau voru ekki smíðuð til þess.
Og það einhverjir draumar sem hafa verið í hjartanu þínu og það var svolítið merkilegt að það var maður hjá mér í markþjálfun og hann var að koma úr mjög óþægilegum aðstæðum og var búinn að koma sér á mjög óþægilegan stað en hann náði alveg ótrúlegum árangri. Og svo eftir hálft ár þegar hann var kominn á mjög góðan stað og spurði hann bara hvernig fórstu að þessu? Og hann svaraði, ég hef alltaf leyft mér að dreyma. Og þetta var bara eins og bara bylmingshögg fyrir mig. Ég einhvern veginn hef átt rosalega erfitt með það að leyfa mér að dreyma. Þannig að hver stóri draumurinn þinn? Hvaða draumur situr í skúffunni? Höldum áfram með næsta hluta á eftir. Jæja, kæru hlustendur, við höldum áfram með kafla 9 að meta það sem og næst Biblíusaga. Og af hverju eru biblíusögur í þessari bók? Við erum öll andlega verur. Og við erum kölluð til að vera andlega vakandi. Og það svolítið merkilegt að þegar hugsaður Júlla og sérð Júlla, hugsaður Sigga, hann hringir í þig. Ert að hugsa að kaupa þér eitthvað og það kemur beint fyrir fram að þig. Að það svona merkið og sést andlega tengdur. Þannig að það mjög mikilvægt að við séum að lifa andlegu lífi og ég hef unnið með mjög mikið af fólki sem lifir ekki andlegu lífi og á kannski nóga peningum en svo kannski bara mjög fátækt. Þögnin sem talaði hærra en ástin. Davíð hafði sigrað risa, sameinað þjóð og stjórnað með styrk. En Absalón var ekki her, hann var sonur. Og sumir bardagar eru ekki háðir á vígvelli, þeir gerast í því sem ekki sagt. Árin liðu. Á milli þeirra safnaðist þögn, ekki vegna þess að ástin væri horfin, heldur vegna þess að hún fann ekki orð. Það sem ekki var sagt í dag var geymt til morguns. En morgundagurinn ekki alltaf til staðar. Morgunin kom, en samtalið ekki. Ró settist yfir húsið, en ró ekki alltaf friður. Stundum hún bara þögn sem enginn þorir að rjúfa. Absalón reis upp gegn föður sínum, ekki aðeins vegna valds, heldur vegna fjarlægðar. Sumt brotnar ekki í reiði, það brotnar í þögn. Davíð vann orustuna en hann misti son sinn. Það var konungi bylt við. Gekk hann upp í þaksalinn upp yfir hliðina og grét. Og hann gekk mælti hann svo. Sonur minn Absalón, ó að ég hefði dáið í þinn stað. 2 Samúelsbók 18:33. Orðin komu, þau komu of seint. Þau féllu inn í tómt rými. Í harmi sínu sýrði hann ekki aðeins soninn heldur samtalin sem aldrei urðu. Fjarlæg verður sjaldan til í einni sprungu, hún vex í litlum þögnum, í seinna hikuðum augnablikum. Seinna hljóma saklaust, þangað til að verður of seint. Stundum stærsta sorg lífsins ekki það sem við mistum, heldur það sem var þarna allan tíman en við sáum ekki. Og stundum það ekki tíminn sem rennur frá okkur, heldur augnablikið sem við tókum ekki eftir. Þannig að það kostar það sem það kostar. Og kíkjum hérna á næstu glæru hérna. Auður lífsins mæli sjaldan í því sem þú átt, heldur í því sem þú kannt að meta. Og það rosalega gott að skora svolítið á sig. Og ef þú hugsa bara núna, þú veist hvað gæti ég kunnað betur að meta núna. Og yfirleitt á meðan þú ert að hugsa, og það hljóð, bara eins og þegar fólk kemur í markþjálfun, að þá eru bestu stundirnar í markþjálfunni þegar ekkert verið að segja. Þegar fólk að kafa, þegar fólk sýnir sér þá virðingu, gefur sér þá gjöf, að vera tilbúin að líta inn á við. Og núna til dæmis væri bara mjög góð tími til að hugsa bara ef að þú spyrði hvað vantar mig núna? Og þú spyrði bara, hvað vantar mig núna? Og við erum ekki að pæla í nýtt módela bíl eða nýja borði frá Epal. Við erum svona að hugsa bara svona inn á við. Vantar mig frið, vantar mig eftirvæntingu, vantar mér í gleði í líf mitt. Og einhverjir 100 hlutir í viðbót. Og oft þetta bara þannig, okkur vantar bara smá ró.
og kannski bara smá súrefni bara inn í augnablikin. Þú veist, að vera meira hér. Þannig að við höldum áfram með næsta hluta. Jæja, kæru hlustendur, þá höldum við áfram með kafla 9 að meta það sem er og við erum komin í loka íhugun. Að meta það sem er. Lífið bankar sjaldan hátt. Það situr hjá okkur oft hljóðlega. Kvöldið með matnum var ekkert meiri átta brot. Engin sprunga, engin hurð sem var skellt. Bara augnablik sem beið eftir nærveru en fékk hugmynd í staðinn. Hugmyndir geta ekki faðmað, manneskjur geta það. Einar elskaði fjölskylduna sína, hann var ekki kaldur, ekki kærulaus, hann var einfaldlega ekki til staðar. Og það sem beið í herbygginu beið ekki endalaust. Davíð elskaði son sinn, orðin komu loksins, en þau komu inn í rými sem var orðið tómt. Það sem er geymt of lengi finnur ekki alltaf leiðina heim. Sum augnablik mótmæla ekki, þau gera ekki uppreist, þau bíða og kólna. Við teljum það sem vantar. Kannski vegna þess að hugurinn er þjálfaður í að laga lífið áður en við lærum að sjá það. Við skipuleggjum það sem kemur, gerum ráð fyrir betra augnabliki síðar. En lífið gerist ekki síðar, það gerist núna. Við missum ekki alltaf að lífinu vegna rangra ákvarðana, stundum vorum við einfaldlega ekki þar. Í hugmynd, í framtíð, í kröfu. Að meta það sem er ekki uppgjöf. Það er ekki að sætta sig við minna, það er að sjá meira. Að sjá þreytuna áður en hún verður að fjarlægð. Að heyra þögnina áður en hún verður að múr. Að mæta manneskjunni áður en hún verður að minningu. Kannski er stærsta tapið ekki það sem fór, heldur það sem var hér og beið eftir því að vera mætt. Kannski er spurningin ekki hvað þarf að breytast, heldur hvað er ég að horfa á. Og stundum er nóg að staldra við, að horfa, að heyra, að finna, að vera. Því stundum er stærsta breytingin ekki að gera meira, heldur að taka eftir því sem var í allan tíman og það sem við sjáum fær að lifa. Það sem við sjáum fær að lifa. Og hérna kemur mjög skemmtileg glæra. It is very simple to be happy, but it's very difficult to be simple. Og sumir eru bara of klárir til að vera hamingjusamir. En stundum er þetta þannig að maður veit frekar hafa rétt fyrir sér heldur en að vera hamingjusamur. En það sem kannski skiptir mestu máli í lífinu, það er í samskiptum, þá viljum við tengja en ekki leiðrétta. Við viljum vera vitni en ekki leikstjóri. Þannig að núna erum við búin að fara yfir þennan kafla og fullt af hugmyndum og fullt af dyrum búin að opnast og mér finnst rosalega mikilvægt að þetta er ekki einhver leit af göllum til að sakfella mann sjálfan. Þetta er bara svona leit að tækifærum. Þetta er bara eins og þú ferð í ræktina og þú ert ekki sterkur í höndunum, bara þar eru sóknarfæri. Byrjar að fara út að labba og reynir að skokka og finnur bara ekki mikið þol, þar er sóknarfæri. Og svo er svolítið skemmtilegt ef þú hugsar bara hvað metur þú mest í fari annarra. Og langflestir segja heiðarleiki. En það sem ég segi það er samskiptafærni. Þegar þú hittir fólk og sýnir því áhuga, heilsar því með nafni, þú veist það sem fólk elskar mest að heyra, það er nafni sitt, læra nöfnin. Og það eru rosa margir sem segja, það er svo erfitt fyrir mig að muna nöfn, en það er erfitt fyrir okkur öll, þess vegna reynum við bara að tengja við. Þú veist, bara Kalli, vinur minn sem er rafvirki, Kalli Raf. Eða bara Júlli Bónari, bara alltaf bara Júlli Bón. Þannig að það er gott að finna eitthvað svona til að tengja við. Þannig að þá erum við búin að renna við þennan kafla, en það er bara smá nammi eftir sem kemur rétt á eftir. Jæja, kæru hlustendur, við erum komin að síðasta hlutanum í 9. kafla að meta það sem er. Og þessi bók þetta er svona svolítið skemmtilegt völundarhús eins og þið sjáuð hérna. Og kaflinn endar alltaf á millisögur sem er inngangurinn í næsta kafla. Og við ætlum að skoða millisögu 18, söngurinn sem beið. Það var ekki alltaf þannig að hann þagnaði. Einu sinni hafði hann sungið, ekki hátt, ekki fullkomlega,
en af einlægni. Svo fór hann að bíða eftir rétta augnablikinu, réttu orðunum, réttu stemningunni. Smám saman breytti söngurinn úr hljóði í hugmynd og hugmyndir geta beðið lengi. Þangað til hann heyrði setningu ekki sem kröfu, heldur áminningum að vera betri, heldur boð. Ef þér langar að syngja þinn söng, þá ástastundin að renna upp núna. Og þetta hann Heimir Pálsson sem samdi þetta dásamlega lag. Það var ekki dramatískt í orðunum, engin hetjusaga, bara einföld staðreind. Ekki seinna, ekki þegar allt skýrt, ekki þegar þú skilur allt, núna. Söngurinn þurfti ekki svið, ekki áhorfendur, ekki samþykki, bara nærveru. Kannski var það aldrei röddin sem hélt aftur á honum, heldur hugmyndin að hann þyrfti að skilja heiminn betur, áður en hann tæki þátt í honum. En heimurinn opnast sjaldan fyrir þá sem bíða eftir fullkomnu skilningi. Hann opnast þegar maður stígur inn í hann. Hann bíður ekki eftir svörum, heldur þáttöku. Þannig að núna var svolítið gaman að hugsa bara, hvar langar mig til að taka meiri þátt. Og það sem gerir okkur heil, það er að vera, tilheyra, vera partur af, vera teamplayer. Og það er ótrúlega spennandi að vera svona með opinn huga, að vera kennsluhæfur. Þegar dóttir mín var 11 ára gömul að þá vorum við sammála því að nota ekki þetta orð, ég veit það. Ef einhver segir við þig, já, það er rosa sniðugt að gangi út í náttúrunni, já, ég veit það. Þá svona getur hann sagt bara þegiðu. En þá segir, já, það er rosa gott maður, finna lyktina af grasinu og fá þetta ferska súrefni og við erum svona bara eins og áin sem rennur. Vitundin er alltaf á einhverju rennsli og við þurfum svona bara svona einn dag í einu, að rifja upp. Og líf og dauðir á tunguna valdi og allt sem þú hugsar og segir og gerir eins og möskvar í neti sem þú kastar yfir þig. Segir Deepak Chopra í lögmálum 7, þannig að það að vera upptekinn af hlutin sem í lagi, tala það sem í lagi, að þá lífið þitt í lagi, en þú ætlar alltaf að vera að tala það sem þú horfir á í fréttunum. Og svo svolítið megna með dýrin, ef að ljón bitið í rassinn, að þá einhvern veginn bara hleypur það upp í tré og jafna sig. En Siggi vinur minn, hann var laminn daginn og hann fór að tala að hann var laminn og hann sagði öllum frá hann að vera laminn og hann var alltaf einhvern veginn, ég var laminn, ég var laminn, ég var laminn, ég var laminn. Auðvitað þurfum við að tjá okkur og eiga trúnaða vin, en þú ert alltaf að tala það sem að, þá ertu bara að næra þig á því, að þá verður þú svona bara, þá bara talaru. Og það var einhver snillingur sem sagði að það breytist ekkert fyrir en samtalið breytist. Og ef þú hugsa til þess að sumt fólk sem þú tala við, það er alltaf sama samtalið. Og svo til dæmis bara svona áhyggju orkan, hún finnur sér leið. Sumir hafa alltaf áhyggjur af einhverju einu. Og svo kemst það í lag að þá finna þær eitthvað annað til að hafa áhyggjur af. Þannig að líkaminn, hann er svona apparat til þess að einhvern veginn að halda á áhyggjum. Þannig að við þurfum að vera upptekin öllu sem er rétt og hreint og lofsvert og gott afspurnar og hugfesta það. En þá erum við búin að fara yfir þennan kafla og bara takk fyrir samverun í bili. Jæja, góðan daginn, dömur mínar og herrar. Ég er Guðbjörn Gunnarsson, einkaþjálfari og hef starfað í vörklass í 21 ár. Og svo er ég einnig markþjálfi og uppfinningamaður. Þannig að þegar þið komið til mín í þjálfun, þá lærið þið fullt af nýjum æfingum. En ég legg mest áherslu á það að vera með hópþjálfun. Ég er búinn að komast að því á þessum 21 ári að fólk fær mesta orku út úr því að vera með 3-4 saman af sama kyni í æfingum. Og við erum að gera æfingar í hring og ég ætla að sýna ykkur þetta myndband eftir hvað ég er að gera. Ég legg mikla áherslu á það að við náum að hvíla heilan. Heilin er það líffæri sem eyðir mestri orku. Þannig að ég nota skeiðklukku. Þannig að þú byrjar bara að æfa, svo heyrir bara ding og svo í næstu æfingu.
og hérna ætla ég að sýna ykkur hvað ég er að gera. Gjörið svo vel. Þetta er hérna uppáhaldsæfingin í dag. Þegar við byrja æfinguna hérna. Við viljum rétta úr okkur við strákarnir. Við viljum svolítið hopnir. Þannig að hérna viljum við rétta úr og svo stoppum við hérna í 3 sekúndur. Hvað erum við að gera hérna? Byrjum hérna á að losa hérna, allt saman hérna, aðeins að sleppa sig ekki maður sjá hérna. Óli, ertu komin í gírópraktori núna? Er það innifalli í þessu? Þessi hérna er ekki hérna. Þetta er eiginlega besta sem við gerum hérna. Losa axlirnar, spennan hérna, róðabokkan og allt saman. Hjúkar með það kallinn. Þetta er uppáhaldið hans Páska hérna. Axlirnar þarf að vera í lagi. Þetta er fjöldanblokkin minn. Þetta er bara að koma til. Ég sem þjálfari legg mest áherslu á miðjuna. Það er alltaf verið að taka á maganum. Þessi er einstaklega góð fyrir kvið og mjóbak. Svo fáum við smá teiki hérna aftan í læri. Óli minn, af hverju svona hóf? Hvað á það að þýða? Það er svo frábært. Þekkt ykkur ekki neitt áður við byrjum með svona annan, þannig að þetta er bara frábært að mæta svona, það er gaman saman. Gaman saman. Byrjum fyrsta hringin svona á æfingu sem er aðeins að lista okkur til, koma blóðslag í axlirnar. Góðar axlir eru gulli betri, segir Siggi það ekki? Gulli betri. Óli minn, er þetta uppáhaldsæfingin eða? Siggi með púlsum með svona. Sýndu hvernig þú gerir, sýndu hvernig þú gerir. Vel gert, Óli. Það er að setja bara rassinum og hvíla sig. Að nota tíma að segja. Þessi æfing hérna, þetta er eina mínu uppáhalds hérna. Þetta er fótæfing hérna. Þannig að náðu að taka vel á læra. Nota að leggja þetta á mjóbakið en hér. Þessi æfing hérna, algjört matík hérna. Borgar hérna, kíkjandi rétt staða. Í staðinn fyrir að vera að setja baki í þetta hægt á rafnstein hérna. Óli kann bestist í róðrunum hérna, var á sjó í gamla daga. Er þetta ekki alltaf létt, Óli? Það er uppbyggina og eftir gilda svona. Svona. Svo er alltaf verið álæðið sem við var rætt hérna og hætti bara Hún er að koma. Einstaklega gott að taka hérna róðurinn hérna með teginu og svo viljum við æfa hálsinn og mjöðminn í leiðinu. Þá komum við hérna. Komum við upp á mjöðminu og hálsinn hérna. Þetta er ógeðslega gott og við getum ráðið í hvað þetta er erfitt eftir hvað við langt frá hérna. Þetta er skýrt að tegja. Það er velun ef það hefnast. Svo er Óli hérna komin í flugum. Það er einstaklega gott að taka svona æfingar á bottanum og